Hvað það sem mig langar að gera áður en í dey? Já, þegar stórt spurt. En hvað með þig? Hvað langar þig að gera áður en þú deyrð? Á Amtsbókasafninu á Akureyri stendur nú veggur sem fær mann til umhugsunar þessa stóru spurningu sem snýr að því hvað skiptir mann sannarlega máli í lífinu. Þar gefst manni nú tækifæri til þess að deila þessum hugsunum, pælingum, draumum og þrám með öðrum og síðan lesa það sem aðrir hafa skrifað. Já, en hvað það sem mig og þig langar að gera áður en við deyjum? Á með við hugsum málið ætla Berglind Marie að segja okkur frá veggnum og pælingunni á bakviðan. Ertu til í að segja mér aðeins frá hugmyndinu og pælingunni á bakvið þennan vegg? Já, það er listakona að nafni Candy Chiang. Hún upphafskona veggsins Before I Die og fyrsti veggurinn reis í New Orleans árið 2011. Og síðan þá bara hefur hann orðið ævinsæll út allan heim og hliðstæðir veggir hafa bara sprottið upp eins og gorkúlur. Og nú hér í fyrsta sinn á Íslandi hafa Bryndís systir mín sem sótt leyfi fyrir veggnum á sínum tíma. Og í upphafi þá gekk svolítið erfiðlega að finna veggnum stað af því hann getur ekki verið utandyra hér á Íslandi líkt og erlendis, bara eins og gefur að skilja. Getur bara lent í einhverju slagviðri, þótt það sé ekki núna. Þannig að en núna loksins fundum við veggnum stað hér á Amtsbókasafninu. Og hér passar hann bara alveg ótrúlega vel, því hér háttur loft, svo þetta almanna rými og margir sem eiga hér leiðum. Og hvernig hefur það verið? Hefur veggurinn fyllst af orðum og þegar hreinlega þurft að þurrka einhver út? Já, það bara þannig. Hann fyllist rosalega hratt. Það eru 120 línur á veggnum og tekur alveg svona nokkra daga fyrir vegginn að fyllast. Og þegar hann orðinn fullur, þá kannski leyfum við línunum svolítið að standa. Og síðan þurrkum við allt saman út svo að fleiri komi stað. Og eins og staðan núna þá held ég að sé búin að fyllast svona, ég giska 8 sinnum, eitthvað svoleiðis. En gerið eitthvað með þessi orð, safnið þið orðunum áður en þið þurrkið út? Já, við reynum að vera dugleg við að taka myndir af öllu saman og skrásetja og deila á samfélagsmiðlum þannig að flestir ná að njóta og velta fyrir sér og fá innblástur og hugmyndir og síðan langar hann að Bryndísi að taka þetta eitthvað lengra jafnvel, kannski gera bók eða eitthvað álíka. En þetta eru væntanlega alls konar setningar sem að koma hérna og alls konar draumar sem þið sjáið í setningunum. Hvað hefur komið ykkur helst á óvart? Það bara alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá hvað fólk skrifar. Og það kannski svona smá kynslóðabil, börn skrifa oft framtíðadrauma og hvað þau vilja verða þegar þau verða stór og það ótrúlega gaman að sjá alla draumana þar, verða geimfari, verða sálfræðingur, verða bókasafnskona, og það bara alls konar draumar. Og svo kannski fullorðna fólki það meira og svona lifa í sátt við sig og aðra og líða vel með sjálft sig og svo framvegis. Það kannski þessar ólíku áherslur á meðal kynslóða. Það samt ekkert endilega þannig en ansi oft og það mjög skemmtilegt að sjá. Og bara sjá einhvern veginn bara allan kærleikinn, það snýst allt bara að elska og vera elskaður. Það eiginlega rauði þráðurinn í þessu öllu saman. En þessi veggur hérna, sérðu eitthvað mun á því hvernig fólk skrifar á hann? Já, það svolítið svona mismunandi. Sumir skrifa hérna fremst á vegginn og vilja hafa vini og vandamenn með sér og gera svona smá athöfn úr þessu. En svo eru aðrir sem kannski taka nokkra daga í að melta það sem alltaf að skrifa og kannski síðan laumast svona einir svo lítið beri á svona bak við vegginn og skrifa eitthvað þar. Og eru þá greinilega að gera þetta svona fyrir sig prívat. Og það bara sjálfsagt líka, bara fólk verður að hafa þetta bara eins og það vill. Ert þú búin að skrifa á vegginn? Já, ég búin að skrifa á vegginn. Það tók mig smá tíma samt, ég átti svo erfitt með að velja eitthvað. En viltu bara vita hvað það er? Já, endilega. Já. Ég skrifaði að mér langaði að ferðast meira. Kannski ekkert voða frumlegt, en það samt það sem ég vil gera í lífinu. Markmiðið með veggnum, það fær maður dálítið til þess að hugsa það. Hvað það sem skiptir mig máli? Já, veggurinn þröngar manni svolítið í þessa pínu óþægilegu stöðu að þurfa að forgangsraða. Fyrirsögnin svolítið stuðandi áður en ég dey, en það viljandi því að fólk einhvern veginn forgangsraðar ekki öðruvísi nema að hugsa virkilega hvað það vill gera í þessu lífi áður en þessari jarðvist lýkur. Og fyrir krakkana þá kannski hugsa þau ekki alveg svo langt þannig að það kannski meira það sem bara það sem langar í dag eða í þessari viku. Krakkarnir oftast meira í núinu Það samt allur gangur á því en þau svona hugsa voða mikið bara mér langar í kisu, mér langar í hund og
mig langar í ís sem bara yndislegt og en svo líka sem hugsa lengra sko, en og hugsa kannski líka umhverfismálin eru ofarlega á baugi líka, endurvinna meira, að fólk hætti að menga og allt svoleiðis og það bara frábært. Líka eitthvað mjög persónlegt, sér maður bara stendur að bróðir minn hætti að vera með ofnæmi, þetta rosa fallegt og persónlegt. Já, kannski líður bróðunum mjög illa og þessi vill greinilega ekki að honum líði illa og það bara mjög fallegt, og líka annars stendur bak við, að einhverju vilja hitta aftur ástina í lífinu og eitthvað svoleiðis, sko, þetta oft mjög einlægt eða að fjölskyldumeðlimir nái saman aftur og oft smá sársauki líka, sko. Þetta eins og þið áttu von á? Þetta bara enn betra og enn skemmtilegra. Bara vekkurinn hefur bara við höfum fengið gríðarlega góð viðbrögð við veggnum og fólk bara rosalega duglegt við að skrifa á hann og þetta bara gengur rosalega vel. Þetta eitthvað sem örugglega gaman að halda áfram að vera með það því að þú hlýtur að geta fengið endalaust einhverjar nýjar tillögur og ný orð. Já, það spurning. Það kannski væri eitthvað. Það er spurning hvort að fólk væri til í að skrifa áfram á hann bara. Það eitthvað til að hugsa En rauði þráður nýjus öllu saman, það elska og lifa á njóta. Já, það algjörlega þannig.